Jóhann Brynjar Þór, hann byrjar hérna á 3 þristum og það virtist eins og það hefði dugað bara til að setja þína menn á hælana. Voru menn að koma eitthvað allt of flatir hérna í kvöld? Já, algjörlega, við vorum bara ekki klárir og já, þeir byrja sterkt og við einhvern veginn bara leggjumst bara niður og það kom ágætt skapli inn í 3. leikluta en eins og ég hef sagt margsinnis áður og þetta er í 4. skipti sem við spilum KR í vetur og við verðum að spila við keppa við það í 40 mínútur við gengur ekkert upp að hafa þetta svona bara kapla á kapla. Það er bara deginum ljósar og ég veit ekki hvort að mínu menn sé ekki búin að kveikja á því en það er vonandi fyrir sundaginn. Nokkur orð bakverðina hérna í kvöld. Þeir eru með 9 stig í fyrri hálfleik samtals og Þorleifur hann bara varla nær að skora stig. Hérna, hvað er þetta? Ég veit það, náttúrulega eins og ég segi, við vorum bara soft, menn voru að láta ýta sig út stöðum og það var svona einkenndi fyrir áleikinn, þetta var aðeins skár í seinni en bara bakverðir og bara líkið, það var eins og menn séu bara að bíða eftir að næsti kveiki í staðinn fyrir að bara taka skarið og gera þetta saman og njóta þess að vera hérna. Við höfum bara eins og segi, bara flatir og bara arfarslækir og þá er þetta niðurstaðan. Já, eins og þú segir, þetta er niðurstaðan og varla boðlegt að freista þess að stela fyrsta leik í KR svona en ef þið ætlið ykkur áfram þá þurfum við að vinna leik hérna. Eru þið langan veg frá því að takast að vinna sigur hér? Já, þannig er þetta alveg klárlega. Við bara, eins og ég segi, við verðum að geta keppt í KR-inguna í 40 mínútur og ég meina á meðan við erum, það koma bara 3-4 possessionur röða sem við erum ekki einu sinni með. Þá setja þeir bara 10-12 stig sko, þannig að þetta er mjög einfalt og við, eins og ég segi, þurfum bara að gera okkur í brókur í sundaginn og mæta klárin. Jóhann, gangi ykkur vel í framhaldinu. Takk fyrir spjallið. Takk.